Lengdaeiningar. Við erum nokkra einingar hérna sem tákna lengdir. Algengasta lengdin sem við vinnum með er meter, en við eigum líka lengdareiningar sem að ná yfir litlar einingar, nú eða stærri einingar. Meter er grunneiningin og það sem er fyrir neðan er eins og til og með desimeter, hann er 1/10 af meter, senti þýðir 1/100 meter og milli táknar þá 1/1000 meter. Þetta eru litlu einingarnar. Ef við fyrir hins vegar í stærri einingarnar þá er dekameter 10-falt stærri en meter, hektómeter þýðir að hann er 100-falt stærri en 1 meter og kílómeter táknar þó að það er 1000 sinnum meir en 1 meter. En leikum okkur aðeins. Skoðum hvað 1 meter er mikið í öðrum lengdareiningum. Jú, 1 meter er samkvæmt þessari töflu 10 desimetrar, 100 centimetrar eða 1000 millimetrar. Leikum okkur enn frekar, skoðum aðeins meira aðrar lengdareiningar, til dæmis 10 centimetrar. Förum inn á centimetrana og skrifum 10. Þá sjáum við í hend okkar að 10 centimetrar jafngildir 1 desimeter eða 100 millimetrar. Hvað er þá 48,3 desimetrar? Förum í desimetrana og skrifum 48,3. Þá sjáum við að þetta er 4,83 metrar, 48,3 desimetrar, 483 centimetrar eða 4830 millimetrar. Hvað þá 23 metrar? Förum í metrana og skrifum 23. Þá sjáum við þetta er 2,3 dekametrar, 230 desimetrar og 2300 centimetrar og svo framvegis. Hvað er þá 2,16 hektómetrar? Förum í hektómetrana og skrifum 2,16. Þá sjáum við að þetta jafngildir 216 metrum til dæmis. Og ef við viljum sjá millimetrana þá blasir það við hér. Hvað er þá 3,14 kílómetrar? Förum í kílómetrana, skrifum 3,14. Þá sjáum við að 3,14 kílómetrar eru til dæmis 3140 metra. Þessi svona tafla getur hjálpað okkur við að breyta einni lengdareiningu yfir í aðra.